fyrir að 50 hlutin og við förum þá á fjöllum sjávarföll og hafstrauma við Ísland, hvernig það gengur fyrir sig og fjöllum líka útreikning á flóð og fjöru. Og þegar sól og tungl toga í sömu stefnu eða í sömu stefnu frá okkur séð, að þá stórstrengt, þá eru samhliða kraftar þarna að toga í yfirborð sjávar, svoleiðis að sjórinn rís ansi mikið út af þessum mikla krafti. Þetta gerist líka þegar sól og tungl toga í gagnstæða stefnu, til dæmis þegar það nýtt tungl, að þá einnig stórstrengt. Þegar tunglið toga þvert á stefnu sólarinnar, þá smástrengt, þá dreifist flóðaldan meira. Þegar sól og tungl toga í sömu stefnu það kallað nýtt tungl, þegar það og þá sem sagt tunglið að fara að stækka aftur. Og þegar sól og tungl toga í gagnstæða stefnu, þá talað full tungl, þá sem sagt tunglið og sólin þannig hvort á móti öðru og sólin lýsir upp tunglið þannig að það sést sem uppljómað og fullt. Þessi mynd sem hér sést, hún sýnir það sem að gerast þarna frá nokkrum sjónarhornum. Við erum að horfa þarna ofan á jörðina og við sjáum þarna mánan eða tunglið og við sjáum líka í sólina þarna lengst til hægri og þarna sjáum við hvernig flóðaldan fylgir þarna tunglinu sérstaklega vegna þess að krafturinn frá því meiri, það svona aðdráttarkraftur tunglsins sterkari hérna heldur en frá sólinni vegna þess að tunglið svo nálægt okkur. Nú myndir sem þarna niðri til vinstri, hún sýnir þarna flóð og fjöru og svo aftur myndin niðri til hægri, hún sýnir ástand tunglsins eins og það eftir í hvernig tunglið stendur gagnvart jörð og sól. Þessi myndi tekin upp úr ensku forriti þar sem hægt að láta þetta bara sveima í hringi svona og sjá hvað breytist eftir í hvernig tunglið Og við sjáum þarna nærmynd af jörðinni þar sem að hvernig kraftarnir virka. Þetta hvíti depillinn á henni miðri, það hérna norðurheimskautið og svo liggur þarna Greenwichbaugurinn, hann látið sjást þarna inn á. En þarna sólin og tunglið að toga svona mikið til í sömu átt og tunglið að nálgast sólina og kemur fyrir rest úr sömu átt og sólin og þannig vaxandi straumur. Þá eru þeir að toga saman í flóðölduna yfirborð sjávar. Flóðaldan hún stækkar alltaf eftir því sem að þessir aðdráttarkraftar sólar og tungls fara að vinna meira saman og verður aflið meira í þessum krafti, aðdráttarkrafti. Já, þegar boginn á tunglinu til hægri, þá það vaxandi, þá erum við með svo kallað hægri handatungl og þegar hann til vinstri, þá erum við með það minnkandi og það svo kallað vinstri handatungl. Nú svo til að reikna út flóð og fjöru við Ísland, þá notuð flóðatabla sem í sjónarnúningi, eða þá að það notaður orðið líka flóðatabla sem á vefnum sem hægt að sjá alveg á mínútu hvenær flóð og fjara eru á hinum og þessum stöðum í kringu landið. Flóðbylgjan gengur réttræðis í kringu landið eða með sólu og tíma viðmiðun sjávarfalla Reykjavík og þar og einnig í nokkrum öðrum höfnum. Það semst 4 hafnir allt í kringu landi sem að notuð fyrir tíma viðmiðun og aðrar hafnir eru þá annarkvort í plús eða mínus. Það að segja að það til dæmis að Reykjavík að ef að það flóð klukkan 4
að þá tímamunur á því og Akranesi, það getur verið kannski 3-4 mínútur og þá það 4:03 eða 4:04 sem að flóðið yrði þá á Akranesi, af því að þarna þá tímamunur sem þá í plús, af því að fallið kemur seinna heldur en í Reykjavík. Síðan fallið hins vegar á undan Reykjavík, eins og til dæmis í Sandgerði, að þá tímamunurinn í mínus og þá dregst tímamunurinn frá tímanum í Reykjavík til þess að finna út fallið í Sandgerði. Þessari mynd hérna þá skulum við skoða drift, en hún til þess að áætla eða til þess að taka tillit til hana, til þess að geta haldið réttir í stefnu og farið á þann stað sem við ætlum að fara á. Og þarna sýnir myndin að áhrif driftar eru 7 gráður, og ef við skoðum þarna sem sagt hvernig bátinn ber að leið, að þá þurfum við að bæta við, eða við þurfum öllu heldur að draga frá 7 gráður frá stefnunni sem við ætlum að fara á. Við ætlum að hérna fara á stefnu 60 og það hérna stóra pílan sem að sýnir stefnuna sem við ætlum að fara á. Driftin 7 gráður, hún að íta bátnum upp í 67 gráður drift. Þá drögum við frá stefnunni þessar 7 gráður og stýrum þá í 53 gráður til þess að halda þessari 60 gráðu stefnu sem á að fara í. Og þetta gerum við á því stigi að við erum að stýra, við getum bara ímynda okkur að við séum að stýra hérna litlum bát og við erum að keyra í eitthvað miði í landi sem að hérna stefnu á bátnum ber í þegar við erum að sigla séð frá okkur, og við tökum eftir því að bátinn ber út á leið. Hann fer þarna aðeins sunnar heldur en við ætlum að fara, og þá fyrir við að áætla hvað þetta er mikið, og við áætlum það að driftin sé þá 7 gráður, hann beri 7 gráður út að leiðið ekkert afgert. Þá fyrir við að stýra 7 gráður upp fyrir þetta mið sem við ætlum að stefni í, og þá verður stefnan sem sagt þarna 53 gráður, en haldin stefna verður 60 gráður. Það sem stefna yfir jörðu, eða eins og þau segja þarna course over ground, sem þau tala á röturum til dæmis og fleiri siglingatækjum. Þessi hérna glæra, hún skýrir það líka hvernig drift virkar og hvernig við þurfum að rétta bátinn af til þess að geta haldið þeirri stefnu sem við ætlum okkur að reikna það með áhrif driftar og rétta bátinn af til þess að hann fari réttan leið. Straumarnir sem koma hérna í kringum landið, þeir sjást nú þarna inn á þessari skýringamynd, og þannig að rauðu línutnar, það eru Atlantsjórinn eða hérna Kolstraumurinn sem kallaður líka, og Pólsjórinn kemur kaldur á norðan, og svo þarna grænulínutnar sem eru svona blanda af þessum sjógerðum, það að segja Atlantsjórinn og Pólstraumurinn búin að blanda saman, og síðan það þarna strandstraumurinn sem að fer umhverfis Ísland og fer sólarsinnis umhverfis landið, sem að táknaður með bláum örfum þarna alveg upp við ströndina. Og þá sjáum við þarna hvernig flóðaldan hún kemur þarna upp að Austfjörðunum, og hún fer söður með og vestur með og síðan norður með og austur með, fer þannig í hringin í kringu landið, og þá það semst þessi flóðalda sem kemur þarna, sem að þegar það eru toppur
þá er flóð, en þegar það er dalur eða lægð í sjóinn þarna, þá er fjara. Það eru nokkrar straumræstir við Ísland og það er þá helst við Annes og að vísu er þarna dálítið harður straumur á milli lands og Vestmannaeyja og svo er það Reykjanesröstin sem að liggur hérna út af Reykjanestánni og þetta er líka nefnt Húllið. Hvammsfjarðarröstin er þarna talin upp líka, hún liggur þarna í mynni Hvammsfjarðar og það er sterkur straumur þar á milli eyjanna sem að hálf loka firðinum. Nú Látraröstin út af Látrabjargi og svo kemur þarna Ryturröst út af fjallinu Rytur og svo Straumnesröst út af Straumnesi fyrir vestan og svo er það Hornröst út af Hornbjargi og þar. Nú síðan er ekki aftur fyrir Langanesröst sem er kannski einna varasömmust að svo oft hafa gamli sjómenn heyrt talað það að það þurft að sýna sérstaka aðgæslu þegar það er siglt fyrir Langanes. Nú Glettinganes kemur þarna þar út af Glettingi er greinilega Straumröst og svo Norðfjarðarhorn, Gerpir og Skrúður og svo Papey, þannig eru allstaðar straumræstir. En það er gott að vita þetta því að þarna þarf að sigla með gát þegar farið er þetta svæði þar sem rastirnar eru straumræstirnar.